Já, ástæðan fyrir því að við gefum leikmönnunum bara næsta umferð, sýnum þeim bara einn leik í einu, svo sjá ekki allar umferðirnar. Ég veit ekki hvort það make sense, en ef að leikirnir eru mjög ójafnir, þá förum við að skiptum þá förum við að svissum kannski leikmönnum. Já, ok. Þá þurfum við kannski svissa... En ég meina, þá er ég að tala ef að leikirnir eru meir, ef leikirnir eru undir 30 mínútur, trekk í trekk, þá þurfum við að fara að sjöfla meira. En ég held að þetta sleppir alveg núna. Ég sá ekki að þetta var mjög ójafnt á. Mér sýndist þetta bara að vera... Nei, þetta var alveg... Ég meina, þeir voru með mikið networth lead, skilurðu, en leikurinn kláraðist á hvað, 40 mínútur? Og svo var það líka bara það að Perkin og Voitsdóttir voru að skalla vekk, þannig að þetta var 3 í nokkuð langa tíma. Já. Ég hefði viljað sjá aðeins meira Captain's Initiative bara sparka í raskat að hann. Nú setjum tónlistina, sko. Það líður mér eins og þessu komin 10, sko. En fucking svekkjandi að það var ekki 10. En ég er að spá, vitið hvað verður eitthvað að þessum, hvað verður gert þennan verðlaunapenning? Er bara að safna fyrir næsta, eða? Glæný tún, beint á Bristol. Herri, já, kannski sýna ykkur draftið. Hendum okkur í draftirinn. Þá hefst þetta. Ég misti ekki einu, by the way. Þetta var að byrja líka. Herri, hvernig líst þér á þessu line-up? Ég held að Ingimundur og Kó séu að taka það. Sko, ég sá hann PS Uppslón spila... Hver er bestur í parkotinn? Forte? Í hvora liðinu sér? Parkotinn Forte? Já, Jellyfish... Jellyfish, hvað rankar hann eiginlega? Ég held hann sé... Divine? Hátt rankaður, já. En Volsi hann? Hann home leveli. Lord Henry, náttúrulega eins og þú varst að nefna á hann. Já, hann spilar á harðarlega. Betur heldur en Raggi hann segir til Hann segist þér að Ancient spilar í Arkonu líka má. Hann er transient. Hann identifier sem Ancient. Yngvi er náttúrulega bestur í hindlunni, en sko PSI var að spila PSY var að spila mjög vel á. DRI var náttúrulega þessi hörku... Hann var góður á Doom, sko. Já. Yngvi er náttúrulega ógeðslega góður. Chatlat, mjög góður. Já, Biggs, hann var að spila hvað? Hann er líka góður. Ég held sko að Homie Missile sé með svona mjög gott... Þetta er náttúrulega bara góð lið, bæði tvö. Já, ég held samt að við ættum ekkert að vera að spá í spilin í samvættu við spádómana, því að við höfum svo hátt fyrir okkur á það. Þá er búið að banna Monkey King og Warlock, Death Prophet og Zeus. Death Prophet er fyrir Ragga. Við tölum það að hann spilar... Herri, Dark Willow, það er þessi heti verið bönnuð á móti Lord Henry, held ég. Þetta er einn af hans signature hetjum. Og Jack Hero er bara í öllum fucking leikjum. Er hann ekki líka bara í öllum competitive leikjum? Þá er hann mjög mikið spilað. Veit það ekki alveg. Á síðasta lani að þá var Jack Hero öllu leikjum. Já. Þetta er náttúrulega hörku hetja, sko. Það er viðbjóðslega leinamótinni, góð að pússa. 5 seconds remaining. Dire team pick. Veitstátturinn Veitstáttur líka með... Sjá sömu hetjur og síðast. Ég ætla að fá mér snúð. Gerðu það. Það er að skrjá hérna. Viltu fá? Nei, takk, ég er á bíl. Þetta er í bóði Gifler snúða, signature move hans, eitthvað. Það er Lich og Jack Hero. Það er... Mér langar að sjá Earthshaker eða eitthvað, plus 4. Mér langar að sjá eitthvað svona... Já. Mér langar að sjá eitthvað unconventional picks líka. Marsen bannaður. Magnús náttúrulega fyrir kombóið. Það hefði verið viðbjóður svona. Sko, menn hafa enga afsökun fyrir það hafa ekki náð að skrá sig í tíma, til dæmis. Ég veit að margir sem vita þetta og svona. En formsið, hann var að malla í góða 3-4 daga áður en við fylltum í 20 slots. Já, ég var að spila með Dalla í gær og hann var að heyra á þessi fyrsta skipti.
Eru menn ekki inn á Dota 2 á Íslandi á Facebook? Eru menn ekki að nota samfélagsmiðla? Ég veit það ekki. Nú þurfum við að fara að girða ykkur í brók. Nei, hvað? Seconds remaining. Já. Nei, við vorum með mót í síðasta mánuði, sko. 5 En seconds remaining. er Facebook ekki nógu góður hub fyrir Dota á Íslandi? Þurfum við að vera með Discord? Mér finnst það svo skrítið. En ég meina, þetta er ekki bara snowballing effekt, það tekur við sér eftir því sem að fleiri vita af þessu. Já, en ég mæli með því að við förum bara á endurvekjum huga.is/Dota eða eitthvað. Það væri náttúrulega sáðlót. Það ekki? Það væri geggjað. Já, náttúrulega 20 ára gammal kantana, sko, þannig að við getum notað. Já, endilega finnið þessa grúpu að plæðið og það er enginn að neita neinum heldur. Helvits skráið að koma aftur, heyrðu það? Fuck. Ok, endilega já, Dota 2 á Íslandi á Facebook. Svo er engin fyrirstæð fyrir því að halda þetta heldur, sko, kannski bara aðra hver helgi á netinu. Við förum ekki alltaf að mæta hingað, þótt að það er sem þetta er langskemmtilegt að koma bara niður eftir og spila. Ég vil meina að þetta verður hérna. En senda á næsta bygg. Þetta... Já. 10 seconds. Svo vil ég líka bara fá einhvern til þess að steppa inn og taka kastið og mér langar að spila, sko. Remaining. Já, ég er náttúrulega þrá að spila síðan þetta byrjaði núna á þetta er Lifeskiller. Já, þetta er sterkt pick hérna. Viðbjóður á móti Shakiro, viðbjóður á móti Lich, viðbjóður á móti Centaur. Þetta er rauninni svar við öllu því sem að það er búin að skarta hann hingað til. Já, Rageið, þetta er bara Rageið sem er það og Lifeskiller er að koma aftur bara. Hann ekki með svarað þegar við því. Void. Báðir þessi gæðir að fara mæta þess í gang og eitthvað. Yngvi Void, PSI, ég þekki ekki hina í liðinu utan Yngva. Hann var að spila eitthvað skeitt aðan. Já. Lord Henry, Vispið, 5 Raggi tekur miðjuna, ger ég ráð fyrir aftur. Bobanadum, Ursa Pango, Rikki, Magnús. Við hljótum að geta hent þessu strími í 35 viewers allavega. Hendið þessu á fjölskylduchattið og peppum þetta aðeins. Chatlat hvað segirðu? Chatlat Hype. Hvað er hann að fara að spila, segirðu? Ég veit það ekki alveg. 10 seconds. Nei, Stay Paid. Hefur einhverja kannski gerir ráð fyrir? 5 seconds remaining. Hvað segirðu Lastbyggi vera hérna? Miðju. Þeir eru að banna núna. Ég veit ekki, ég var alveg til að sjá. Þú veist, þær hetjur sem að silensa eru hetjur eins og Void er að fara að éta inn í krónu. Skilur. Buck, Storm, Kun Pain. Ég verði til í bara einhverja strength edge farmandi. Það er spurning sko, þeir eru náttúrulega með... Hjá Homie Missile. Já. Dire team ban. Banna Lína. Radiant team ban. Bönnuð Rútmóður. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Ég ætla ekki að vera svangur og ég gerði mistök síðast. Ég kom sko drullu svangur og það var allt búið inn í sjoppunni. Ég fór sko krónuna og stokkaði mig. Já, náðu. Eru þeir að banna brúdmaður, já? Ok.
Ég var sko borderline búinn að segja að það væri bannað last pick cheesa, eitthvað svona ógeð. Það er ekki gaman að horfa á svoleiðis. Já, það væri sterkt pick. En ég meina, má aldrei vera prúnaður. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Ég stend á gati maður, ég veit ekkert hvað er að fara að velja. Dire team pick. Það er Pugna. Það með einhvers veit að sjá það fyrir. Mér finnst geggja gaman að horfa á Pugna-leiki, sko. Já. Það er Vóker. Hero. Uss. Það er hver fyrir Vóker? Þetta er classic. Þetta er Drín Vóker. Ingemundur Faces Void. Já, ég er ánægð með það. Big Centaur, Psycho Lich, Chatla Jakiro, Lord Henry, Dark Willow, Noob Noob, Witch Doctor, Jellyface, Lifestealer, Ranger, Högna og Volkum, Voltsiem, hvernig sem að berða fram, fer á Slardar. Þetta er gott Pugna-bygg sko, en hann tekur Invoker inn í Pugna. Er það ekki svolítið erfitt með Netherworld og eitthvað sliðis? Jú, mér fannst það líka eins og þeir instant pickuð. Eins og við vorum að ákveða að pikka Invoker. Hvað segja reynslu meiri menn í chatinu? Þetta matchup á miðunni, er þetta ekki svolítið Pugna favored? Eða þú veist, er ekki bara Invoker að fara að lasta þetta creeps og fara síðan í jungle campið og... Við meðast ekki vann með þetta... Er þetta Kos Vex? Er þetta Kosin Exort? Sérðu þérna Slardar? Hann er buffed. Ég held að það verði Kos Vex, en það er spurning. Það vantar mjög mikið damage. Ég var að fara að segja það sko. Það er mikil skaði í Kos Exort. Ég persónulega fer alltaf í Kos Exort. Mér finnst það eiginlega í langflestum tilfellum vera þægilegra. Ég er með 50 eitthvað leikjar með Vóker, ég trúi það alltaf. Það var fyrir svona 3 ára síðan, svo hætti ég bara að spila. Ég spilaði mikið við Vóker. Ég var samt sko með Type 50% skilur, sem er alltaf lagið þegar maður kann ekki alveg hitina. En ég var farin að ná einhverju öðru kombói þegar það var svona 30 mínútur búin að leiknum og ég er búinn að vera með tabbið og opið. En hvernig maður Vóker að spila hana? Já. Það eina sem ég gerði á tímabili var Tornado inn í Meatball og Deafening Blast. Það var eina sem ég gerði. Þetta er ekki Erum við ekki með einhverja autodirector hækju sem við getum notað? Þetta er alveg... Þetta er fínt maður. Já. Bara ít á hitinu. Starting items, Sentry og Observer. Afsaki ég... Þetta er hvað 6 varst. Það klára hennar snúðin. Það er náttúrulega... Já, það er engar hetjur sem er eitthvað það manarglægand. Ranger er fyrir að missa Observerinn sem held ég sko. Ekki nema að setja hann hérna meginn. Hægra með við. Jellyfish, setta Tangoi, Salve. Það þarf hann að fara í Bracer. 30 seconds to battle. Biggs fekk kynningu þannig, hann er með 24 á sentarinn. Ok. Spurning hvert hann setur hennan Sentry síðan sko. Hann er örugglega bara að fara að halda í sentryin til að pikka hann út í miðinu sko. Hann er ekki að fara... The battle begins. Hvernig var þetta eiginlega? 2 á móti 2 rúnum. Fylgis með... Ragnar í miðinu. Sjáum hvað Pugna ákvað að skilla. Ætli hann taki ekki neðurblasturinn á reyndskjöfunu. Það er svolítið leiðilegt að spila Pugna ef þú þarf að maxa Netherworld. En kannski maxar hann það ekkert. Nei, það tekir ekki bara 4-1-4. Ég er ráð fyrir því.
Ég held að þetta verði bara svolítið svona steil mid-matchup sko. Þetta snýst eiginlega bara rotations, hugsa ég sko. Ég held að Pugnan þarf að misplaya svo að Invoker taka hann. En eins og sé sko, ég engin sérfræðingur, þetta bara eitthvað sem ég að... Ef hann nær, ef Pugnan alltaf að reyna að fara í hann, Cold Snap og... Spilar Ingemundur bara Faceless Void og Troll eða? Nei, hann ekki einu svona að spila sitt ról á þessu móti. Ja, hann spilaði nú Carry svolítið mikið síðan sko. Ja, hann spilar það hérna sko. Hans ról held ég... Mid eða? Ég held hann sé sko... Offlane? Offlane, já. Já. Chatlat hérna með smá alfa-stæla að reyna að taka út courierinn er hann ekki og er að harassa svolítið. Ragnar að gera Vókarinn Ragnar er samt að fara að missa reynskipið ef hann gerir þetta. Hvað? Hann samt var óheppinn hana. Hann alltaf... Kast, hérna, Ringi er svolítið mikið sko. Ups, sorry. Nei, upp. Enginn þetta hér. Við vorum aðeins taka... Ég er bara að stríða Ingva hérna. Sorry, friends. Ok, þess að geta. Það leikur að byrja núna. Hæ? Það leikur að byrja núna. Já, hann er byrjað. Já. Ég held ég að spila bara, já, þetta er svolítið leiðilegt matchup segi ég að spila með Void og Lich. Það er náttúrulega vitið. Og þau vart með hérna Bastion Deep, Reddy og Voidin sko og hann getur alltaf bara timelapsaði burtu sem er svolítið leiðilegt sko. Centaurinn með flest last hits, Biggs standa svo vel. Enn sem komið er Ragnar á eftir honum með 15. CS. Pugnan með 9, þetta er næs. Já, En Invoker er svolítið eitthvað mikill leiknir hérna. Æj. Fjandir sko. Ég segi það, ég bara... Ég er líka. Ég hef svo erfitt með þetta. Það lækkar skjáðan aðeins. Þetta er skjárum ekki hana. Já, þeir taka Lichin út, First Blood og það er ekki Volk. Jú, það er gett. Og hennar fyrir Power Treads. Ingemundur komur við Band og Lifestealer. Við verðum með svona alls konar. Face Boots og eins og þannig. Double Damage á Ranger og Pugnum. Já, Centaurinn er í fínum málum, komið með Ring of Health og er að fara að Vanguard. Það er erfitt að tapa þessu leini þegar maður er með Jakiro og þessu. Has been Raggi Já, what? Hvað? Topp. Hann getur verið Hvað var hann að gera með courierinn hann? ekki þú. Þau bara í runes. Jaha, skiptast hann að bassum. Já, það er bara, öllu flaggað til að ná reyns, hérna, gripinu hana. Þetta eru stjórnustælar. Já, mann. Þetta er ekkert annað en stjórnustælar. Eru menn greedy í dag? Fara menn mæta svo offlane slardara? Má það? Það er gott item á allar svona right-click hittur. Já, það er bara... Nú er búið að buffa, mætast það mikið og slardaran farmar ekki hratt. Hvað sé ég í chatið? Mætast svo slardaran, má það? Kannski ef það gengur vel á linni. Ranger. Hann gæti verið... Hann drepur hann núna, já, það er það. Það var vel gert, við náðum að senda hann. Anskotans, það er...
Maledict kill, við mistum ekki neinu sko. Jelvis. Aðeins að narti tjallat. 3-0. Dire's top tower is under Komum með 1k advantage. Högna með 36 last hits og Henry í djúpur skít. Eða ekki. Rotation for Rangers. Nei. Timelapse fyrir þessu og Ranger labbar aftur á miðunni. Space fyrir Invoker, level 6. En ef við skoðum með levelin hérna þá Bognan svolítið að vinna þetta núna. Level 7. Radiant's middle tower En is under attack. Hann kom með level 6 hana. Ragnar, sorry. Rangar. Já, ég veist, er þetta ekki bara eitthvað bull eða? Ragnar, ég veist, er ég að fara að segja Ragnar? Ragnar á miðunni, sorry, ég být alltaf í mig að segja eitthvað svona eitt vittlust einu sinni og þá er ekki hægt að breyta því. Lord Henry í djúpur skít, það er stönn á slardar. Þetta var hörkuplay þannig. En báðir hérna, by the skin of their teeth, komast í burtu og það er pása og nú skulum við aðeins ná hérna. Rangar. Þetta kallum maður Ragnar. Já, það er ekki. Raggi. Bara hittir svo óþjált eitthvað. Já, hann á inni. Nei, hann... Jú, ok, Gæti þetta er náð. svo... Hann er búinn að breyta 7 sekundur eða ekki á öllum levelum. Fáránlega hitja. Af hverju getur ekki séð range eða svona? Hann getur slóað hann, degrapifæð hann og dreina hann, sko. Nei, ok. Það eru 4. Lord Henry ekki ennþá komið með Tranquils og svolítið erfitt, sko. Middle tower is under attack. Þetta er ennþá, þeir eru close peningalega. Raggi er komið með 49 lastið. Munra. Það eru þessi trommur. Hvað er hann að fá sér hérna? Bracer. Dire's middle tower is under attack. Trommur alltaf mjög góðar á Það er vókun. alltaf að vera svo passív hittir hérna, sko. Skrítið samt að hann fari ekki í Facebook áður en hann klára trommur. Á... Vókarinn. Já, jú, hann hætti við það og ætlar í Facebook. Anskotans djúð. Slardar hlýtur að döður. Nei. Hann notaði krónu á útrap. Og þá er það bara, já, Sterk heiti, þetta er mjög sterk heiti, sko. mjög sterk. Það er vókarinn í... Nei, það er bara góður. Rage og nartar í byggsarnan. Ég held að þetta leiði nú ekkert af sér, sko. Hann er með allt grípið hérna á sér. Það er Sandar komin með. Sandar. Já, Sendvarinn er komið með Vanguard, sko. Þá er hann sterkur. Slardar vantar mana, en hann fara beint í blink. Já, ég er ánægð með það. Já, ég held að það sé eina viti. Offline Það slardar. vantar í raun og veru, sko, meira initiation, sko, áður en að Dark Willow kemur að nota sína spila. Quas Vex Invoker. Nei, Quas Exort. Nei, hvað sér? Hann fer í Facebooks. Hvað? Já, Það virkar þetta nú. er nú kemur Vanguard. Vanguard.
Rengar, Brayden og Biggs teaming out og Lord Henry hittir ekki is under attack. Rumble Mace á réttan stað Structures og Biggs týpar út en Jakiro verður ekki svo nöfnuna, það er svolítið sent Fellur. bara taka gangi, það getur reyna eitthvað svona sko. Ná turnum. Nei. Fekk bassið hana. Já, hann var með bassi og tók hann út. Anna. Radiant's bottom tower is under attack. Vá, Pugna, Raki, Rengar, Ranger er með 81 lasted. Það er eitthvað rotation top. Finnst þér alltaf að hitta Lich. Núna ætlar hann að fara að herma eftir endakallinum og bara labba og drepa. Lich er að bara falla. Þeir taka hann út bara. Nei, hann lappar út úr range en Slardar hittir að klára þetta. Já, fylgjast við honum. Sens að tekna hana. Aðeins verið að þröngva að Ingimundi sem er að fara í Mask of Madness. En Ágætis víti til varnaðar og það er ekkert til sem heitir killstíl. nei. Þetta er svolítið stál í stál og það getur enginn gert skaða. Hvað, hann er að beita? Sáðu þetta? Já, þetta var... Þeir lendi í basli hana. Þannig að þeir vilja sjá ulti bara, á hann ekki ulti. Hann... Og Ingimundur mættir að svæðið, Solo, Krónar, Witch Doctor og Lifestealer heldur bara að fara fram að neða mig. Hann ætlar eitthvað að stríða hann. Af hverju er hann með þessu? Ég veit ekki alveg hvað hann ætlar að gera hérna. Það er út af því að Darkwill er mætt og náður að drepa Centaur, það er spurningin. Er AOE effekt á þessu dæmi? Það vissi ég ekki. Lifestealer er ekki búinn skýt hér. Eða hvað? Ef að kemur, þetta var triple bass. Já, tekur út. Já. Ingunar... Ég fíla samt þetta skilir, Lord Henry ætlaði að fara í hann bara. Já. Og Vóken, já. hann er fucked. Nei, hittir ekki. Hann fellur þó, þátt fyrir hann. Það er space fyrir Slardar. Það er defningin blastina. Radiant's bottom tower is under attack. Þetta er jafnleikur, 9-7. Is under attack. Þeir ætla bara að vera á þessu leiðinni. Herru. Það er hann rotation, en hann bara að fara 1-3 eins og ekkert sé. Hann fær... Af hverju er hann alltaf að fara live-trenna Ingimund þegar hann veit að hann getur timelessa í burtu? Ég veit bara að það pyrra mig, sko. Það pyrra mig. Við ætlum að leita að sprautunála hérna á klostinu. Ragnar hefur komist í það hann. Sunstrike connectar ekki og Ranger mættur til að sjúa. Hann fellur. Lich fellur og ekki mikið fyrir þetta hér. Centaur komið topp. Klára Facebook. Tower is under attack. Alveg að koma með blink. Fara menn ekki Facebook sem menn fara í KS Exort? Nei, hérna Powdered segja. Nei, það er mikilvægt að vera með... Questionable meatball hana. Ég vil sjá núna, KFR. Hann er að koma í blinkið, þetta. En það verður lítið úr þessu. Hann verður að taka breytur spellar strax var hann búinn með einn. Já, aðeins. Það er mikið axa núna. Það var ekki mikið að gerast á hann, sko. En sem betur fyrir eitthvað að gerast. Pugna ennþá með hæsta networthið. En Invoker er ekki langt eftir. Það er svona heitir sem hann er að fara að mætast núna. Og Dire's bottom tower is já. under attack. Þegar ég var að spila Invoker þá voru menn bara að taka Boots of Travel og split boots með. Já, það Og er... þá voru menn með 2 spirits hérna. Þú vilt í rauninni... Ég myndi vilja sjá... taka hann Jules. Eða Jules hjá alveg undan. Ég bara... Já, menn þurfa að fara í Cataclysm, sko. Það er svo stórt með krónáðan, sko. Og menn þurfa að axe fyrir það núna. Einmitt.
Ingimundur, Mask of Madness og Yasha. Þessi fyrir í Senju Yasha eða bara Manta? Já, það er klárað. Eða klárað Yasha eða Manta. Það er eitthvað aðeins að leika sér við hann hérna, rákanir. Ég vita samt að hann með Chrono. Þetta er svona spennandi hérna, sko, þetta er svona... Beint í Basher hjá Lifesteal er komið Desolator. Ég hef viljað sjá Armlet. En kannski það bara vitleysa. Armlet er orðið bara mikið fast hættur. Er það ekki bara svona, já ég veit ekki. Nei, kannski... Kannski. Það var eitthvað nervað hana. Ranger, Ragnar, Smoke, level 12, Invoker level 12, Slardar, eftir að fara ný. Þetta er endar gríðarlega stórt. Gott ulti hjá Herri, Sentar er dáinn sko, en Ingimundur er að fokka þeim upp hérna. Ingimundur að Krónuar, rífa mappið. Lord Henry átti mjög gott ulti hérna. Ekki nóg langt, Tornado. That's what she said. Hann var þannig lítið í vexinu sko. Gott ulti, hann ætla að makropæja inn í þetta og þau vilja ná Slardar út. Já. En þrátt fyrir góðar björgunar aðgerðir hérna á hóst. Náður ekki alveg að bæla hann. Já, ég... Það er Dagon og næsta dagskrá. Mér finnst líka að Raggi þurfi að positiona sig betur. Hann var komin hann á high ground með blindirhliðina í dagir skóginn. Og hann þarf í rauninni bara að Þeir eru að leita að einhverju, við ætlum að kíkja hérna á Slardar og vel gert. Það kílómetrasvæði, nota makropæjar, gerir nú ekki mikið hérna held ég. lítur að falla líka. Já, Lifesteal mættu líka á chat er dead. One dead lad. Þetta var gott play hjá þeim. En Lidz að reyna að fá eitthvað solo XP botlininu er ekki að spila í kringum hana minni sína. Það má Ingimund náttúrulega. Það er hans að babysitta. Ingimund er alltaf að fara í Sanjiasa. Já, ég vil sjá þá defenda tier 2 hana. Startar uppi. Lifesteal er kominn með Basher. Lidz þannig í... Ég er alltaf að fara að infest bomba hérna með Basher og ég held að það sé alveg skemmtilegt. Board Spirit þarna að skáta fyrir þá. Slardar, það er ekkert leiðilegt heldur en að spila Slardar og þú ert initiator. Nei. Nei, næra dodge, double stun hjá Centaur. Gott Sunstrike. Ragnar reynir að bjarga félagi sínum. Og hann réttlífir það af. Jakiro, Bauður, Lifestealer, gerir gott verk hérna en Ingimundur kýs það að spila hérna niðri. Þetta er pínir þema í honum sko, hann lætur liðið sitt alveg eiga sig sko. Þó að sé eiga ykkur huge fighta, hann veit að hann er að fara að reyna að karja aðeins seinni í leiknum og svona skörmisins eru bara að fara að senka item progression hjá honum, þannig að... Spilaði þú með Warlord Pietri? Hæ? Warlord Piesi. Hann allavega spilaði alla leiki svona. Hann spilaði líka hörku. Vel gert hjá Ragga, en hann núna er bara að spila svolítið defensive. Ingimundur er búinn með ultið sitt, Slardar er mættur, en ekki bara að fara að halda áfram að fæta. Hann reynir langt burtu, gott network, gott placement, Slardar ennþá í djúpum skít, en þeir snúa við. Ingimundur ekki með mikið mana, næri ekki að timelapse í burtu og Lifesteal og félagar taka hann út. Og þeir eru ekki búnir að nota rage til að elta Lidzinn. Stick charges en double tornado hérna, þeir halda áfram. Invoker, hann er ekki alveg að hitta hérna, notar Ice Wall og hann er með TP en hvert ætlar hann að fara? Hann notar þetta Ghostwalk, notar þetta
Hann er náttúrulega að marka samt, heyrðu Það er tvisvar sem hann missir. Hvað spilar hann með hérna? Hvað við að Invoke að hugsa hann? En hann er líka með drum charges og eitthvað dæmi sko. En hann er dauður. Þetta var... Securaði þetta stönn hann, hann var klúraði tvisvar. Það var ágætis eldlinguleikur, bara... Já. Skemmtilegt, þetta er skemmtilegt. En... þetta er Radiant sem að græða þessu held ég. Já. Það er samt bara 1 KM sem skilur það leiðin og það eru að láta Yngva sem hefur verið að farma fyrir utan þennan senasta tímafætt. Já. Sem leigulegum á eftir live-stillir svo sem maður. Eitthvað brjálaður hann. Eitthvað brjálað að gerast í hinu leiknum. Það er einhverju öskulæti. Það er einhverju öskulæti, já, blessaður drykkur. Herru, við erum að slá nýtt hérna viewers met. Við erum 36 sem er hórað eins og er. Ræðislegt. Það er geðveitt. Ná þessu upp 40. Chromium var hérna áðan. Já. Ég hvort hann sem það að horfa. Hann ætlaði kannski að koma og horfa á þetta leik hér, sko. Já, en... Radiant are scanning. Chromium, já, hann er ekki að taka þátt. Hann var næsti maður á biðlista, ég get að staðfesta það. Það voru hérna 3 sem koma af biðlista og fengu að taka þátt í mótinu. Og ef þið viljið fylgjast með og skrá okkur fyrir næsta mót, þá verður að fylgjast með Dota 2 á Íslandi Facebook-grúpunni. Það er búið að hægjast á þessu leik. Hann Hvað er hann að gera? samstrakaði sjálfan sig hana. Já. Hann var ekki gerð ráð fyrir að Forest Spiritin myndi taka hakkinn. Eitthvað að gerast niðri. Nú að leita að einhverju sem er ekki hann. Hann fyrir Echo Saber. Á. Mér finnst það gríti. Mér finnst það geggja item. Já, það er geggja item ef þú ætlar að vera aðal damage outbiti, sko. Mér finnst Aghanim Scepter er shit, sko. Sumir fara ekki einu sinni blinka slardar. Ég er einn af þeim, sko. Ég fer í Treads, Drums, Aghanim Scepter og blink ef við þurfum mikið að initiata early, sko. Herru, hann lappar beint inn í Centaur sem notar ulti sitt á einhverju ástæðu. Ingimundur með 2 manna, 3 manna krónu, Cataclysm og þeir taka 3 út. Því timing maður og Ragnar er að deyja hægt og örugglega. Úff maður. Ég hate to see it. En fyrir tímasetning fyrir Dire. Invoke er búinn að farma og það Cataclysm inn í 3 manna krónu og vel gert hjá Ingimundafélögum. Structures are fortified. Þetta setur smá Radiant middle tower 5000 XP change-ina. Enda eru þeir komin með network lead. Fyrsta skipti í leiknum. Jep. Og Ingimundur er búinn að saxa á þetta 2 level af fórskot sem hann livestreamið var með. Já, þeir voru ekki eins og smókaðir, var það? Þeir voru bara að labba henni. Jú, þeir voru smókaðir. Voru þeir smókaðir? Já, Þeir voru smókaðir. Ég er að fíla þetta posse sem er hérna í chatinu, sko. Hvað er tjallat? Kiroinn. Já, fyrir þig, við fylgjum með honum bara. Já. Fáum smá. Fannst maður action. Já. Og það er bæði hérna ekki skóinn. Heldur áfram hvað ætla hans að hugsa. Það er nokkuð langt í stakkið en þeir þarf að fara að tryggja bounty rules. Það er Dagon 1 á Ragga. Og Lifestealer komið bara sér er að fara í skadi. Já. Til þess að minimæsa þá hérna timelapse effektinn. Þú bífa sig upp fyrir grónum. Er það ekki málið? Bara upp á chaseið. Það geta allt þessa, allt supportana, allt center, allt vókar. Það er Echo Saber BKB á slardar, ég fíla það. Já, það var einmitt að síðast að nefna það. Þannig að ef hann kemst í BKB þá... Þannig er að gera miklu meiri skaða með Echo Saber. Þannig að það er ekki rétt að item dæmið. Og síðan þegar Dark Will fara Jules, þá erum við líka að fara að sjá einhver svaka kombos. Þá er hann að fara að solo, hann getur solo Void kannski. Já. Og svo framvegis.
Invoker að vinna sig 8 af BKB. X kom með Crimson Guard, Blink, Face Boots. Við sjáum offlanerinn að byrja saman, hann er level 16 á móti level 13 Slardar. Karís eru báðir level 18 með næstu alveg stats. Slardar Initiator og Lich Sin, gott Icepad. Og það er 3 manna Chrono, Cataclysm aftur, þetta kombo er viðbjör. En þeir halda áfram, tvíeggið, lifesteal og Slardar. Biggs tímasetur stunset ekki alveg, þarf að segja, já, læslega gert. 3 fyrir 3. Eiginlega bara nákvæmlega. Já, þeir missa samt mid-hitinu sína sko. Radiant, Ingimundur er komið með Halberd. Manta. Já. Nei, þvílíkt infestbomb! Takk út Invoker, Ingimundur nær að disarma. Hvort er hann að disarma? Slardar vantilega. Já. Og hann er með timelapse og ég held að það er hætti bara við hérna. En flott hjá þeim hana að fara beint í Invoker. Ja. Timelapse. Haldið áfram strákar. Hann er náttúrulega með bassinu maður. Hann er með annað timelapse. Og lifið þetta af. Jú, hún er komin back-up núna, Raggi á leiðinni. Nú þarf Raggi að fara að lifa af þessu fight sko. Hvað myndir þú fara í? Ég myndi fara í Ég er lítill pögnarspilari sko. Sko, bara þannig að hann degi ekki í krónóinu. Hvað heitir þetta aftur? Aeon Disk. Já. Mér sýnist hann ætla að... Fer Cataclysm sko í gegnum Aeon Disk, eða? Hvað segir tjatið? Hvað segja reynslu meira menn? Já. Það er náttúrulega eitthvað threshold skilur, þá poppar það og þetta komið með 90-80 status resistance og... Og hann ætlar náttúrulega í Dagon 5. Já, en ef hann getur ekki nota Dagon inn í fight skilur, þá bara... Hann þarf að positiona sig. Hann þarf bara að vera fyrir aftan. Og kannski þegar hann bara fara að transitiona, hann getur það ekki einu sinni sko. Fara í bara eitthvað defensive utility. En er búinn að committa á Dagon. Já, ég meina ef hann, eins og segja, ef hann positiona sig, hann er líka með rangeið á talanum. Ef hann positiona sig, gæti hann komst upp með þetta. Hann búið með skaðinn. Spell reduces heals, health regeneration, lifesteal and spell lifesteal by 40% for 3 seconds. Þetta er geggja item sko. Hvað ætlar hann að gera? Nota rage, fer beint í Lich Sin. Oh Lord Johnson sko. Shottar hann, nánast. Lich daldið out of position hana. Já, Cataclysm fyrir gegnum Aeon Disk, ok, þá er það kannski bara vitleysa að vera að fara það. Það fyrir gegnum BKB líka. Það er bara að fara í eitthvað raw HP kannski. Hann ætlar að solo. Cataclysm, Icepad, Já, þeir bara senda. Stun. Hvar er hugnað hana? Þeir ætla bara, já. Hann er komið rot. Það hefði verið geggjað að fá live-drainið og bjarga félagsinum hana. Já, ég hefði viljað sjá bara link á hann. Og þeir fara í Rosa. Þarna koma voice lines, loksins. Þetta er þetta í 30 mínútur leik og það er ekki búið að taka 1 til 2. Nei. En það er búið að hörku að leika saman. Þetta er ekkert svakalega ójöfn lið hérna. Nei. Ég verð að segja það. Það er ekki. Hann er með Manta. Dodger þetta. Vel gert. Og okkar maður Lord Henry ekki alveg að ná sér strik á Darkwidow. Einu signature heitir hans. Við spiluðum þannig eins og segið 3 10-menn í gær og eftir fyrsta leikinn þá var þessi heiti bönnuð í öllum leikjunum. Ættu aðeins í stjórnina, ég ætla að kíkja á hinn leikinn. Radiant's top tower is under attack. Ná hérna tier 2 bókar en gera sér líklega
Radiant's middle tower is under attack. Þeir spila á þessu. Vilja sjá bara smoke. Yngvi kominn með Skadi, Manta og Mom. Það gerir sér líklega hérna í miðinni. Þannig að Júlsa er hérna. Marko Magnusar. Afsakið. Það ná honum hérna, hann næði að glimpa. Og hann fellur. Radiant's middle tower is under attack. Ragnar líklega döður, eða hvað? Jú, fellur. Lifesteal kemur þá inn, hann þarf að pikka út. Þetta er... Yngvi nær að hoppa út. Radiant's middle tower is Já, under já, já. Radiant's middle tower has fallen. Þetta er farið að líta tortryggilega út fyrir Radiant. Hún er með alakredið. Þeir taka TR3 eða reyna allavega. Núknum allar inn. Stórstönn hérna. Gríðarlega. Og Invoker fellur. Jakiro fellur. Á einn Aegis. Centaur. Á blinkið inni. Allar hann ákveðin og stönna. Nei. Yngvi kætti burtu. Þeir vilja elta, hann er slóið. Nær hann í... Nei, jú, nær því. Færi þessu út í. Volkom getur það. Yngvi á Chrono, Yngvi á Chrono sem hvað gerir. Hlýtur að kvendi í það. Nei. Hann á timelapse. Vill hann törna. Nei, þeir vilja bakka. Og Lich-Sin fellur í kjölfarið, þeir elta. Tefla 40 þess. 4 kills fyrir það að reyna við ægrandið. Það er með stórtíðindi, hinn leikurinn var að klárast. Nó. Hver heldur að hafa verið á púknu í hinni leikunum? Nú Gummi. Já, það endaði með 16 kills eða eitthvað og þeir voru með PA Magnús sem er náttúrulega gömul klassík, sko. Já. En það sá leikur var stóng. Ég sá RP sem greip engan og það var ætt GG kollaði bara í chatinu og sá leikur var búinn. Brummi, nei, Trömmi, fyrir ekki það. Brummi? Er það Brummi? Nei. Trömmi. Trömmi? Ok. Trömmi var að spila... Þið getið verið ánægðir með það, áhorfendur, að við höfum ekki hort á leik A. Ég held að við sem sáttum með að hafa valið þannig leik. Já, þetta er gríðarlega góð leikur. Misti ég á einhverju. Hann er komið skaði á Ingimund hérna. Frekar magnað eftir 35 minna leikar 1K. Goldautomatið. Já, þessi leikur er mjög jafn, sko. Stál í stál. Munar 5 killum. En lifestealerinn efstur. Rétt á undan weightunum. Ánægður. Ég hef viljað sjá þessu takta, sko. Ég sagði ég hef viljað sjá. Það er önnur búinn hérna, sko. Ekki alveg að gangi af þessu hún. Er þetta komið upp hana hinum með? Já, ég held að sjá hana. Já, það komið... Nei, það er sko.
samt sko, þetta er bara eitthvað 5 sekúndar til leið eitthvað. Já, passa að ég sé ekki að horfa bara hana. Þannig að þú veist, þeir líka heyra þetta. Já. Er soundið líka? Já. Hvað hátt eða? Nei, þetta er alltaf leið. Ég held... Þetta heyrist alveg vel þangað sko. Ég get ekki heyrt með heyrnartólum. Pröfa að standa hérna bara. Pröfa að standa hjá þeim bara. Annars er hægt að taka hljóðið á sko. Það eru Lifesteal, Top Net Worth, Abyssal. Ætlaðu að vera að smóka eða? Nei. Það er rosalega hægt tempo í þessum leik. Það er, já, svona inn á milli. Annars eru góða teamfights. Það er Halbert á 2. Þannig að Lifesteal er... já. Það er ekkert þetta, þú veist, mér svo skrítið þess ekki hægt að ég spila með Manta. Já. Mér finnst það líka. Nei, það ekki. Þú getur ekkert að spila með BKB heldur. Nei, mér finnst það Manta vera of gott item samt til að byrja með. Það dispellar eiginlega allt. Já. Yngvi gerir allt fyrir farmið. Second Relic. Hvað? Divine. Ég held það. Hann er hrifinn af Divine sko. Er hann að fara að gera það? Skoða bildið hans áður. Já. Nei, ég menna, hann er ekki að fara í Radiant sko. Nei, Nullify. Já, Nullify, auðvitað. Þetta er reynslurið sem mitt af 9 itemunum. Sko, Nullify er örugglega eitt af þessum itemum sem ég sko kaupi örsjaldan. Þú veist að því var breytt frá Dispel yfir í sko 80% slow. Já. Debuff. Divine hefði líka alveg verið algjört bull svona. Ég hérna... Já. En bara 1 króna á Divine og það var svona, þú veist. Já, það var það komið sko. En það er smók í gangi. Hendum okkur á Slardarinn, hann vill bomba á það hana. En Lifesteal er allan að fara að infest bomba. Hvert jumpa er á sko. Það er erfitt jumpa Centaur. Þau vilja taka Invoker held ég. Já, ekki spurning. Hann er að Smókir hann út. Lífið leikt í þessu krónu sko. Ég ætla að fara að hækka held ég gateið aðeins hérna eftir smástund. Þannig að það smitast inn svolítið mikið læti. Þið voru að kveikja streaminu hérna inn í sýningarherberginu hérna fyrir aftan okkur. Og stuff á Lich. Það er ekki búið að vera nýtt eftir með Slardar í smá tíma núna. Yngvi að gera sér líklegan. Það tala. Já, það er mokk. En þeir eru bara að bíða eftir. Hann er að bíða eftir einhverju hérna. Ætla með Illusion Escape. Heistrún. Vill hann ekki fara í BKB? Hann er ekki BKB spilari. Ingen myndir labba hérna, hringir í kringum hann. Hann er ákafari en Björn Bragi. Sér hann. Hann er solo krónu og búinn að þeir geta ekki hjálpað honum. Jú, herru, Aeon Disk. Mantar á sér. Stönnið, tekur út. Lord Hennir nokkuð auðvitað. Það er bara Dispel, nei, barstöðan sem að BKB poppa á Slardar. Halda áfram. Gott stönn hjá Viss Doktor, Ingimundur fer hérna upp, high ground. Lifesteal er farin að berja Centaur, Ingimundur tekur Ragnar út hérna fyrir að auðvitað Ragnar fyrir miður ekki að gera neitt. Ingimundur er búinn með Manta, býta hans. Neip, herðu, það kom ákvört að cooldown, náði ekki alveg að klára þetta. En með Illusion Escape og Manta. 1-3, Lich sem mættur að svæðir, time okkar í burtu. Noob verður fyrir barðinn á honum en Illusionin er að drepa hann er ekki að missa HP. Það er buyback á Lifestealer og ef þeir committa hérna og hann deyr þá held ég að þeir geta bara að fara high ground og Þetta er buyback. Buyback á Lord Henry og það er ekki náttúrulega nein items. Já, jú, býtum við þannig að það búið lengur búið að breyta þessu. Oj. 10k net lead á það er þeir eru bara ekki að ná að gera nógu mikið við Ingimund. Og Lifestealer verður að passa sig hérna.
áðan þá fjalluðu þeir allir við að reyna við þennan turn og hún var alltaf 3 dauðir. Radiant's middle tower. Þeir taka hérna 1 lane og Bugnaður að fara að koma aftur og Vitsdóttur, það er spurning hvort þeir fara ekki bara tilbaka, Rosjan er komin. Nei, þeir vilja meira. Þeir vilja meira. Ingimundur er að keyra sitt lið áfram, er hann að fara að keyra til sigurs. Bugnan, eitthvað aðeins að kýtla hann hérna. Og það er Abyssal Blade á Invoker sem poppa BKB, búinn að undan rageið. Og það er tómt gripi hérna hjá Vitsdóttur en Slardar tekur út Akiro, náður einhverjum fleirum. Hann hlýtur alltaf þetta. Það er búið að infestbomba Slardarinn og hann með blink hérna en þeir vilja ná einhverjum meira. Og hleypur bara inn í þá með Tornado, nær hann að hlaupa í burtu, notar Icewall, Lifestein labba bara í gegnum þetta og hann er stunnaður, drepinn, Invoker deyr, hann er með buyback. Ingimundur er komin inn á bot lane og þeir ná ekki að fara. Ætli hérna, Görnir ná ekki ná einu með viðbót, Lich deyr og það er bara beint í Rose og þetta netti þetta áttur að þetta var hörku hérna barndagi hérna. Þeir dó áðan fyrir Raxim og þeir verðast hann ekkert aftur núna. Náðu að fá hérna Raxim. Það hefði verið betra fyrir að bakka bara strax hendi sér í Rose en Jellyfish er að fara að taka Aegis og Cheese á hvert Slardar Emmett og það er stutt í AC hjá Slardar sem er náttúrulega bara frekar stórt sko. Það bara að disassembla hérna Mask of Madness og fara í Satanic. Já, það er rauninni næsta move. Báturinn. Speedbáturinn. Skemmtilegt, þetta er skemmtilegt. Það má ekki stompa leikinn of mikið sko. Það menn verða að þróa allan einu sinni sko. Já. Það er allan að það er allan að gera fyrir skemmtilegra svona áhorf. Lifesteilinn er já, svona nokkuð fæðslótaður, náttúrulega með Aegis, ætlar að fara í Monkey King bar. Sjáum hvaða talent sem er að fara í hérna plus 20% backtrack í staðinn fyrir Kronos fyrir AOE, hvað séum það? Ég er ekki að fara að segja hvað hann er að gera sko. En hérna, mér finnst þó með að hérna. Þú sérð hvað er eitthvað erfitt með að drepa hann sko. Og þú ert með plus 20% backtrack og svo ertu með timeless skilur og hann er bara með svo gott kombo með Invokerinn þannig að ég hefði giska á AOE-ið. Já, ég hefði líka haldið það sko, en hann fer líka sko í hérna, já, hann fer í 1,75 sekúnda ofan á timewalki segja og þetta verður leiðilegur viðregnar líka með þetta Halberd og svoleiðis. Mér finnst Albert vera áhugavert pick-up hérna, ég hefði giska á. Þeir eru öll að spila mútið Lifestealer, skilur við. Já, þeir eru með 2 Halberd. Aðrar hetjur. Og Slardar. Já, ef Slardarinn er ekkert að berja það er hún ekki að stunna mikið. Með Echo-saberið, skilur við, þannig að það er svolítið mikilvægt. Þeir smókaði Lord Henry, næra inni, sitt á Lichen. Það er Blinkinn og Invoker sem er með Linkens, poppar BKB. Gott Ice Path. Og Infestbomba engan, Ingimundur farin að herja hérna á supportunum, tekur út Vitsdóttur. Slardar, það er Chrono á Slardar og Högna Cataclysm, Lifestealer. Það bæði baka Lichen, Lifestealer fer beint í Centaur, Ingimundur með lítið mana, lappar í burtu Bixinn. Og Bix og Dreyr hérna að fæta á móti Lifestealer, Lichen á mætur, búinn með buyback. Buybacks á alla. Buybacks á alla. Menn eru heitir. Ingimundur, ekkert mana, Invoker, grípur í tómt hérna og menn eru að fara að bakka Bix með blink stun inn í Slardar. Slardar að taka svolítið mikið damage, Dark Willow fyrir aftan hann. Centaur tekur út Slardar, Dark Willow kemur í baki á þeim. Lifestealer 1-5, þvílík hetja. Infestar Forge Spirit hérna og virðist fyrir djúpum skít.
Það er öllu flaggað. Hann er dáinn með Aegis. Högna mættur, tekur út Lich sem er no buyback. Ingimundur ekkert mana. Lich notar Rage, fer beint í Invoker. Stunnaður. Poppaði Linkers, hann með annað BKB charge. Bixin með Marathon á sér. Witch Doctor er með ulti eftir 2 sekúndur. Abyssal á Jakiro. Ragnar heldur sig fyrir aftan. Cataclysm gerir ekki mikið nema á pöfnuna. Þetta er langur fight, Jellyfish. Hann ætlar að klára þetta. Invoker mætti fyrir aftan með geggjaðan Tornado, Biggs deyr og Invoker fer high ground. Ingimundur ekki með neitt mana, getur þar að leiðandi ekki fæta og þvílíkur fight. Þetta var ekki að grínast. Þetta var rugla. Þið sérðu þetta damage. 12.000 XP change. Vá, en þeir eru samt með network lítana hinum en það er svolítið bundið í honum Faceless Void hérna. Ingimundur með mikið af þessum pening á sér. Ég gat ekki fylgst með... Þetta er buyback á fullt af gæðum. Já, ég gat ekki fylgst með hver buybackaði og hver... Það er Invoker, Lich buybackaði, Jakiro buybackaði, Pugna buybackaði. Næsti fight verður pínu, held ég, já, mikilvægur. Já, to say the least. Það er Blink og Darkwill á hérna. Big Dick lifestealer for sure, sko. Þetta var, veist, þetta er... Þeir vilja fara í gegn 3 og 5. U eða E er buyback status. Hvað séru? U eða E, margir kortir buyback status. Já, gera það hérna, maður sjá. E. Tekkum á því, takk fyrir þetta. Radiant verður að... Já, það er bara að vera að infesta. Invoker, nei fyrirgefðu, Ingimundur hendir sér krónu hann á 3, tekur út Pugnuna, Pugna með no buyback, tekur út Witch Doctor líka. Þetta er út allt, Slardar er bara komin í eitthvað fight hérna við Ingimund og ég er nokkuð viss að hann mun ekki vinna það. Lifestealer er high ground að elta Invoker og Jakiro. Ingimundur er að fara að taka út Slardar hérna. Hvað er liðið hans? Stunnar, Root á Ingimund. Lifestealer er bara hérna uppi að drepa support. Ingimundur er komin í baki á honum. Nú er Lifestealer svona djúpaskiptinu uppi. 1 á móti 4. Big Dick Lifestealer fyrir framan Ancientið, hann deyr. Ingimundur er reiður. Slardar reynir að típi út, gerði það ekki. Jules frá Dark Willow, en Ingimundur er mættur aftur. Return of the King. God damn. Og það er 1 buyback hjá Radiant og allt í einu fór þessi leikur. Hann er ekki að fara að stoppa þessa leik. Það er ekkert midlane, hvað ætlaði að gera, skilur? Ég held að þessi leikur sé búinn, sko. En þetta er ekki búið fyrir en einsinn springur og nema einhver Call of Duty í chat, náttúrulega. Yngvi með 6k. Stendur undir nafni. Hvort hann gerir? Í liðan sem búið fyrirgefa honum með þessu skipti sem hann hengur hinum einn á mappinu og farmar á meðan að vera að slátra þeim. Það er alveg hárrétt. Þetta er bara objectives. Já, þetta er alltaf beint. Beint í Tier Force. Dark Willow gerir allt sem hún getur til þess að stoppa hérna alla spelana. Það er Jules, nei, Ingimundur mættur hérna, hann ætla með nullufæðir eitthvað vesen, sko. Þetta er algjört bull. Algjört bull. Burt með ykkur! Þetta er búið. GG kollað og þvílíkur leikur! Þetta var geggjað. Þetta er allt sem maður vill sjá. Já. Þetta var geggjað. Holy moly! Þannig fórum sjóferð þá. Þetta var geggjaður leikur. Geggjaður leikur, hörru. Þá hérna... Smá pása. Smá pása. Vel spilað, hérna, taka screenshot hérna bara til verkið svona. Svo tökum við saman hérna skemmtilega tölfræði þegar það er búið. Góður leikur, nú ætlum við að fara að henda í næsta. Ég ætla að mjúta mig, henda liðið minn á Discord og svo fara menn að skipta sæti, fara svo að drekka, fara að pissa og maður búast í næsta leik eftir svona 10-15 mínútur. Big Dick Moments, Big Dick Energy í þessum leik, Lifestealer vs Void. Hvað sjáum við næst? Ekki fara neitt inn á Season 2 hérna á Ground Zero.